Sæir einhvern milliveg? Sæir til dæmis einhvern milliveg að ríki kæmi inn í þetta hluta, myndi eignast til dæmis helmingshlut, Ross Beatty bauði nú reynda 25% en hefur nú sagt að það hefur verið mistök hjá honum og klauðalegt en hann var þó allavega tilbúinn til að gefa eftir 25%. Sæir til dæmis möguleika á því að ríkið eignaðist 50%, nýtingartíminn yrði styttur niður í 60 ár eða eitthvað slíkt. Sæir einhverja leið fyrir stjórnvöld til þess að koma til móts við þessar kröfur ykkar og fjölda landsmanna? Sko það náttúrulega, í öðrum Skandinavíulöndum, þá eru svona ákveðin hlutföll, skilurðu, sem búið að, það ekki kannski allt einkavætt og ekki neitt. Og en þá, ef við viljum hafa það þannig, þá þurfum við að ákveða það, skilurðu. Og við getum ekki bara einhvern veginn, það sé bara eitthvað slys sem kemur fyrir okkur, úps, það er búið að einkavæða og úps, það er komin einhver útlendingur hérna og það þarf að, koma með eitthvað plan. Og ef við til dæmis það yrði þjóðaratkvæðagreiðsla, þá gæti þjóðin kosið einhverja svona hluti. En hvernig ætti sú þjóðaratkvæðagreiðsla að fara fram? Ég meina, ætti hún að vera sérstaklega Markmannssamningin eða sérstaklega bara þjóðarauðlindirnar til framtíðar? Sko, mér myndi náttúrulega finnast þurfa að kjósa auðlindirnar. Vatnið til dæmis okkar ekki enda búið að skilgreina sem auðlind. Það er bara eitthvað ókeypis. Það þarf að vera vatnið, það þarf að vera fiskurinn og það þarf að vera jarðvarmaorkan og fallorkan. Allar auðlindirnar. Og þetta er eitthvað sem við verðum að móta stefnu og eitthvað sem þjóðin ákveður í sameiningu og síðan er hægt að, viljum við díla við Ross Beatty eða viljum við díla við Kínverja eða viljum við ekki díla við þá eða... En þú ert í rauninni að biðja bara smá þolinmæði, hvetja fólk til og stjórnvöld til að setja reglur og síðan að fara í samninga við hvern sem er. Þannig að við vitum raunverulega bara við hvaða borð við sitjum. Já, minnst það bara vera mjög heilbrigður hraði og flesta þjóðir eru með orkustefnu og auðlindastefnu. Við erum ekki með það er bara ekki til og það þarf að búa það til og síðan taka þessi ákvarðanir. Fulltrúar ríkisstjórnarinnar og stjórnmálaflokkana sætu hérna fyrir fram að þig og þú hefðir möguleika að spyrja og 3 spurningar bara varðandi Magmasamninginn. Ég meina, hvað myndirðu vilja vita akkurat á þessari stundu? Hvaða spurningum myndirðu vilja beina til þeirra? Er það í þessa átt ætlið að rifta samningnum, væri það bara bein spurning? Já, eða þú veist, maður stundum svona verðum á kvíðin og heldur bara að þeir stofni endalaust nefndir bara einhvern veginn til að svæfa málið, þú veist, og fólk bara einhvern veginn, það ætlir raun og veru ekki að gera neitt, skilurðu, og ég hef til dæmis heyrt að eins og Samfylkingin til dæmis sé að falla sér mjög mikið að til dæmis rammaáætluninni meira heldur en að ætla að stofna berjast fyrir einhverju orkustefnu sem slíkri. Málið er að rammaáætlunin er ekki nóg. Rammaáætlunin sem fór að mörg ára að semja, hún tekur aðalega á svæðunum, skilurðu. Rammaáætlunin er að taka, þú veist, á að virkja á Reykjanesi eða ekki. Þú veist, ég er að einfalda þetta viðskilast. Á að, þú veist, virkja Gullfoss eða ekki. Nei, sleppum honum. Þetta er afgreitt sem svæði, bara já eða nei? Já, en það er ekki talað til dæmis, svo er ekki farið eins nákvæmlega í á að einkavæða eða ekki, eða koma útlendingar eða ekki, á að vera stóriðja eða á að vera grænt. Þetta er allt svona hluti sem það er bara ákveða. Segðu mér annað, af því að við vorum að tala atvinnuástand til dæmis á Reykjanesi og gildir um allt land. Hér koma fram hópar og biðja bara svör fyrir út af skuldum heimilina, út af einmitt framtíð orkuauðlinda og síðan það vantar atvinnu. Og það er kannski svona grundvallar spurning sem brennur á fólk í dag sem að bara hugsa framtíð sína og barna sinna og svona nánustu framtíð. Hvað er hægt að gera? Annað þá? Sko, það var... Ég ætla að leyfa þér að vera forsætisráðherra í 1 dag. Sko, það var Finnar og Írar lentu í ekkert ósvipuðum máli fyrir, held ég að verið 10-20 árum og þá ákváðu þeir að setja doppul pening í sprotafyrirtæki og það skilaði sér margfalt tilbaka og þetta hefur verið talað sem írska leiðin eða finnska leiðin, eitthvað svona. Það sem gerðist hérna 2003-2007 eða á þessum árum hressu hana, þá var bara hægt að pæla í
sprotafyrirtækjum. Það bara fóru allir í bankana og þannig að það bara svona gat hjá Íslendingum. Í einhvers konar uppbyggingu eða þróun. Já. Og svo fór bara allt í álverin og þessi ruðningsáhrif álvera sem við talaðum. Sko, ef að við myndum leggja svona tvöfaldan pening í að styðja sprotafyrirtæki, þá tekur það þau því miður, eða líka það líka mér finnst það vísu mjög gott þessi farið hægt í hlutina, sérstaklega eftir þetta hrun, þá tekur það meðaltali 10 ár fyrir sprotafyrirtæki að vaxa og blómstra og en það þarf náttúrulega að sinna þessu. En þetta eru fyrirtæki sem að standa og eru alíslensk, Íslendingar eiga fyrirtækin, það kannski vinna 3 í því, svo vinna 5 í því, svo vinna 12 í því og svo, eins og hjá CCP vinna núna, 1000 manna, skilurðu, og tala... En að því að, sko, ég veit þú varst með svona vinnuhópa með fullt af sérfræðingum og fólki reyndar sko allstaðar að samfélaginu, úr háskólalífinu og annar staðar. Það sem voru að velta fyrir ykkur sko menntun, matvælum Íslendinga, hvernig við getum markaðsett heilsuþjónustu og svo margt annað. Þið skiluðu þessum tillögum til stjórnvalda. Já. Og hvað kom út úr því? Ég meina vegna þess að þetta svona fullt af spennandi hugmyndu sem að maður hefur á tilfinningu gæti auðvitað farið í framkvæmd. Já, við vorum með 150 manna hóp sérfræðinga, bæði rosa hægri og rosa vinstri og virkjunarsinnar og allavegna. Og ég var bara svona funksionalisti og sagði, ok, þið megið skrifa hver hópur 1,5 blaðsíðu sem ég geti gefið núna til stjórnvalda, bara A4 og bara svona tossalista, bara eitthvað sem þau geta breytt núna bara og kostar ekki mikið pening og hvað myndið þið gera? Og við skiluðum þessu til stjórnvalda fyrir 2 árum og ég var nú að kíkja fyrir þetta viðtal aftur á hana lista og mér finnst hann bara eiga ennþá meira við núna. Og hefur eitthvað af þessu hugmyndu komist í framkvæmd? Sumt af þessu hefur farið í framkvæmd, sumt ekki og mikið af þessu, til dæmis þurftu öll sprotafyrirtækin og allir sem var að reyna að fara út í að stofna fyrirtæki að það þyrfti stöðugan gjaldmiðil, punktur. Þegar var svo sem nokk sama hvaða gjaldmiðil það væri, það þyrfti bara stöðugan gjaldmiðil. Það hefur náttúrulega ekki gerst, skilurðu. Önnur mál sem að væri raunum mjög auðvelt að framkoma, til dæmis að fólk sem hámenntað erlendis, Íslendingar, og þeir fái stuðning til að komast aftur til landsins, mikið í svona samfélagum sem Oxford og ég held að það væri einmitt eina stefnan hjá bæði Írlandi og Finnlandi var að fá hámenntað fólk til að kenna. Að það þurfti ekki að borga skatta, það var með skattafríðindi í 2 ár, þannig að gert alls konar svona hlutir sem kosta kannski ekkert þjóðarbúum mikinn pening. Þannig að þú ert að flytja inn þekkinguna með ívilnunum eða stuðningi. Já, og það skilar sér margfalt tilbaka í alls konar frjósemi. En síðan var ég að keyra Íslandi í sumar og maður sér alls konar aðra hluti sem til dæmis að ganga eins og samvinna milli, þú veist, til dæmis eins og fólk sem var kannski með mat úr héraði, að það sé að vinna með kannski fólki sem með hestaferðina. Þú fer í hestaferð og svo getur þú fengið að smakka smá smjör eða, þú veist, kjöt eða eitthvað svona. Fyrir nokkrum árum það var ekkert flæði þarna á milli þess að hópa, þetta var ekki bara allir svolítið svona reppupólitík í gangi. Þannig að það kannski ekki bara út á okkur, þetta bara út á alls konar öðrum hlutum, meira flæði á milli. Svo til dæmis var ég að kíkja á niðurstöður hjá Vatnavinnum, sem var einn af svona samtökum sem voru stofnuð í kringum alla þessa vinnu og það hefur bara gengið nokkuð vel. Þeir voru að vinna núna 2 verðlaun. Þá tóku þeir laugar á Vestfjörðum. Já, sundlaugar. Já, og byggðu þeir upp. Svona heitir hverir út allt og stofnuðu fengu fólki sem yfir þessum heita laugum og hverum að stofna svona samtök á Vestfjörðum, kalla Vatnavinnir Vestfjarða og unnu samt verkefni með atvinnuþróunar fólkinu þar. Og með svona pakkadíl, þannig að þú getur farið í hestaferð og síðan fengið að fara í kannski 5 laugar
og síðan vorum við með sem sagt, eftir hrunið þá mistu mikið að arkitektum og hönnum vinnuna og þeir voru sem sagt á atvinnuleysisbótum hjá ríkinu en unnu fyrir vatnavinni sem sagt. Já, þannig að þeir nýttust í starfið. Og voru með svona alls konar hugmyndir fyrir fyrir þessar laugar. Þurftu kannski ekki að breyta miklu. Heldur kannski bæta við sko göngustíg hér, sturtuklefa hér og alls konar svona hlutir sem fólk hafa gert í sjálfboðavinnu og fyrir mjög lítinn pening og líka svona samhæfa hönnunina. Það væri eitthvað svona heildar svona lúkka á þessu. Sko, þetta vann verðlaun og mjög virt evrópsk verðlaun og að kíkja vatnavinnu.is. Það var annað, hvar kemstu til dæmis að því að þegar ég skoðaði þessar skýrslur það þið kölluðu hana hóp Nista og þessar hugmyndir sem að voru sendar til stjórnvalda. Þetta sko hellingur af hugmyndum sem að fólk gæti kannski svona smitast af. Hvað hægt að nálgast þær til dæmis? Þetta á vefsíðin okkar, náttúra.info og... Verkefni kallaðist Neisti? Neisti. Já. Ef þú væri bæjarstjóri í Reykjanesbæ núna, hvað myndur þú gera? Hvaða auðlindir hafa þau? Ég meina þeir hafa Bláa lónið og þeir hafa flugstöð sem að fleiri 100.000 koma í gegn og ef að þú bara mættir ekki setja upp álver, hvað myndur þú gera með bæjarbúum? Það er náttúrulega stórkostlegt að hafa alþjóðlegan flugvellan og minnst æðislega fréttir eins og voru í morgun að þeir séu ætla núna að nota spítalann sem var á hersvæðinu og sniðugt einmitt núna þegar þessi erfiðleikar í heilsugeiranum, það er svo mikið að mjög menntuðu fólki í heilsugeiranum og Íslandi sem raun og veru ekki að vera að nýta og ef það, ég vissum að þessi spítali heldur áfram þá myndi fólk allstaðar á landinu flytja þangað og langa til að fá sem sagt betur launuð störf þar sem getur meira verið sérhæft í því sem það að gera og Bláa lónið er ekki langt frá það náttúrulega með psoriasis og alls konar svona og mér finnst það náttúrulega mér persónulega þetta mjög sniðugt að grunnurinn og álverinu væri notaði bara í að byggja stórt gróðurhús og það verið stefna Íslendinga bara að rækta allt grænmeti sjálfir og ávexti sem þeir borða. Það þurfi ekkert flutt inn og Þú bara gera Reykjanesbæ og Reykjanes eða alls bara heilsusvæði. Það er náttúrulega mikið hægt að fyrir góða göngutúri það er hægt að sýna til dæmis að það var mikið talað einhvers konar eldfjalla þjóðgarð þar sem hægt að sýna útlendingum fara í svona göngutúra Reykjanesi það er til bara allar tegundir af eldstöðumanna og allar tegundir af hrauni stutt í Reykjavík. Þú ert að hvetja Reyknesinga bara til þess að stela öllum fartugum af flugvöllunum og láta það ekkert fara neitt annað landið, bara halda þeim þarna á Reykjanesi. Já, mér finnst þetta bara mjög sniðugt en svo sést það náttúrulega að þú ætlar að fara ykkur svona átt og unda þetta sem það verður að búa til eitthvað viku, 2 vikna, jafnvel 3 vikna heilsupakka fyrir sjúklinga alls staðar að. Þá náttúrulega ekkert að skella bara upp álveri hliðina á með einhverja mengun og öðru slíku. Það er líka einn af þessum hlutum við verðum að ákveða okkur, við getum ekki gert bæði. Ég ætla ekki að kalla þig nýjan bæjarstjóri í Reykjanesbæ, þó það hefur verið fann að tala sem slík. Já. En ég ætla að þakka þig fyrir komuna þess veginn. Já. Gaman að fá þig. Takk fyrir.